Komið sæl og verið velkomin í Allt nú til hér á Hringbraut. Í þessum þáttum skoðum við eitthvað sem nýtt, spennandi og skemmtilegt á markaði og kynnumst einnig starfsemi fyrirtækja á Íslandi og hvað þau hafa fram á að færa. Í þessum þætti ætlum við að kíkja heimsókn í Villa Mia á Garðatorgi en þau eru nýlega búin að opna verslun þar en við ætlum að byrja í rúmfattalagarnum á Korputorgi og heyra hvaðan Ívar hefur að segja sumarið, garðhúsgögn og annað. Kíkið með mér. Ég er komin til hans Ívars í rúmfattalagarinn á Korputorgi. Ívar, ég ætla ekki að neita fyrir það en ég er búin að sakna þín. Já, sömuleiðis, takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá okkur í heimsókn aftur. Já. Nú ætlum við að tala garðhúsgögn, trampolín og fleira sem tengist sumrinu. Já. Við sjáum það ekki á veðrinu úti núna. Nei, það er ekki gott akkurat núna. En með sól í hjarta. Yes, alla leið. Er það ekki? Jú. Segðu okkur, hvað er í gangi núna? Sko, trampolínu er alltaf vinsæl, sko. Þannig að það er alltaf reglulega keypt jafn mikið af trampolínu. Það er alveg rosalega gaman, sko. Við erum með 3 stærðir. Sko, á 4 með þessi eina svona ekstra stóra, alveg bara trampolín, sko, fyrir allan peninginn. Okay. Þannig, og það er alltaf mikið að gera í trampolínunum. Þannig að, það getur maður alveg treyst í það, krakkarnir geta leikið sér eitthvað og við höfum alltaf nóg til. Síðan er það, sko, það sem er á garðhúsgögnunum, sko, til að setja á pallinn. Það eru, sko, eins og sófasettinn og allt þetta sem við erum með á bak við okkur. Þetta er orðið gríðarlega vinsælt og verður alltaf vinsælari heldur en kannski borð og stólar sem eru úti. Já. Aðeins vinsælara að setja bara sett og taka, svo bara kaupa sessubox, skella sessunum í og þá getur við verið svona í kósi úti í sófasettinu en þarf ekki að hafa áhyggjur af því, sko. Nákvæmlega. Þannig að það eru fólk að hugsa meira þægindi núna heldur en eins og einmitt. Já, svona þægindir að geta verið úti og slappað af, sko, og notið þess að því að nú er, sko, settin orðin þetta Polyrattan dæmi, skilur, sem er handofið, álgrind, sem getur bara verið úti allt árið. Þannig að þú þarft ekkert að eina sem þú ert að gera, það er bara að þrífa hana, bara sápu og vatni og þá getur hún orðið alveg eins og ný. Okay. Þannig að þetta er það sem koma skal og fólk er gríðarlega ánægt með þetta. Já. Fólk þarf þá ekkert að spá í plássi fyrir húsgögnin, fyrst þau getur verið núna bara úti allt árið. Nei, nákvæmlega. Það er svo gaman að maður getur bara bundið það fast í hornið og svona stillt í einhverstaðar upp og hérna getur það verið alveg hóndir á næsta ári, sko. Þannig að það munar öllu að geta gert það. Þannig og svo líka er maður með, sko, við erum með staflanlega stóla og alls konar svoleiðis, þannig að það er hægt að setja það onni hvern annan og þannig að það er aðeins hægt að leika sér, sko. Við erum með, held ég, 25 tegundir af borðum og ennþá meira stólum. Þannig að, sko, við erum með svo gríðarlegt úrval af útihúsgögnum að það er þegar kúnninn er að koma og segja, er þetta líka og svo þetta hérna og þetta er viðhaldsfrítt og þetta sko, sumir vilja bara eingöngi hafa svona timbur og svoleiðis að því að það er pallurinn þannig og það vil hafa það eins og skilur, en sumir vilja hafa þetta bara viðhaldsfrítt, bara geta skellt þessu upp, ekkert vesen og sessurnar í, tekið þær úr og setja þær í sessuboxið og þá er þetta bara ekkert vesen. En grár er svolítið svona ríkjandi í þessum húsgögnum en ég tók eftir afar fallegu setti hérna sem er nýtt, eða ekki? Yes, það er nýtt. Það er setti hérna á bak við okkur og þetta er mjög vinsælt og þetta lúkar svo vel og við erum svo ánægð með þetta og setjum þetta á besta stað þannig að allir fengi að sjá og við erum mjög ánægð með þetta og fólk er allir að tala býtu, má þetta vera úti, er þetta í lagi og Þannig að það er viðhaldsfrítt líka? Það er viðhaldsfrítt líka. Og þannig að þú getur bara tekið sessónum með þess að rent utan að sessónum og þrifið þær og sett aftur í og þannig að þetta er bara æði, sko. Þannig að fólk er mjög ánægt með þetta. Ok, æðislegt. En svo fer fólk að fara í útilegur. Já. Og þá eru þið með allt til alls? Þá erum við með allt til alls, sko. Svona það vil 15., 16. eftir 17. júní, þá fara allt í gangi í útilegurnar og þá erum við alveg tilbúin, sko. Já. Og hnífa, pör og diska og það er bara frá öllu. Það þarf að vera allur pakkinn. Það þarf að vera alveg tjaldið og kælibóksið og svo þarf að vera með hníf og diska og allt til að borða þetta allt saman. Og við erum náttúrulega með grillið og við erum með, sko, það er bara ekkert vesen, sko. Þetta er bara, þú getur bara fengið allt saman í Rúmfó. En eru garðhúsgögnin dýr eða á hvað svona skala er þetta? Já, nei, sko, þú getur alveg fengið, sko, garðhúsgögn frá bara, ódýrasta settið okkar, bara, 7, 8, 9 þúsund, alveg upp í 299.000, sko. Þannig að við erum með allan skallan, skilur, og við erum með það mörg sett sem getur sett saman annað stóla við þetta borðið eða þannig eða hins einn. Þannig að þú getur, raða þess svolítið upp af þín eigin hjarta og fengið það sem þú vilt. Þannig að við erum allan rúmhandalega aðeins ódýrari, sko. Það er alveg nokkuð ljóst, sko.
Eins og ég hef áður sagt, það frábær þjónusta í rúmfattalagarnum og bara allir í heimsókn. Já, bara drífa sig að mæta. Og svo bara eitt í lokin, það ný búð. Yes. Eigum við að segja örlítið? Já, örlítið. Við erum að fara að opna á Granda, þannig að ef þú átt tíma til að koma og aðeins og ég geti sýnt þér niðri til það verði geðveikt. Ég held að ég verði að koma í heimsókn bráðum. Það ekki? Endilega. Takk fyrir að fá okkur í heimsókn, Ívar minn. Takk sömuleiðis. Við erum komin til hans Stefáns í Villa Mia hér á Garðatorgi. Sæll Stefán. Sælblessu. Takk fyrir að fá okkur í heimsókn í nýja glæsilega búð. Já, takk fyrir að koma. Herru, þið voruð í Ármúlanum, eða ekki? Jó, og... við byrjuðum 2014 í Ármúlanum. Já. Og höfum verið þar, tókum svo ákvörðun núna í byrjun árs að færa okkur til eða opna svolítið annað konsept núna með það sem við stílum meirinn á heimilin og tókum þá ákvörðun að koma að Garðatorgi sem í mikilli uppbyggingu og mikið að gerast og langa að taka þátt í því. Garðatorg hefur verið í smá dvala en nú bara allt að gerast. En segðu mér aðeins frá fyrirtækinu sjálfu. Nú erum við í glæsilegri nýrri verslun sem aðeins minni heldur en var í Ármúlanum. En hvers konar fyrirtæki Villa Mia? Húsgagna fyrirtæki fyrst og fremst. Við, eins og ég sagði áðan, þá byrjuðum við 2014 og það var ákveðin stóll sem við þekktum við hjónin og fjölskyldunum hefur búið erlendis í 15 ár og verið miklu flakki og kynnst ýmsu. En það var eitt stóll sem heillaði okkur mjög og við kynntumst út í Belgíu og við komum heim 2014 og fórum að hugsa hvað ættum að gera okkur. Og tékkuðum þá í framhaldi að þessum framleiðanda á Ítalíu og þeir tóku svona vel í þetta þannig að 3 eða 4 mánuðum seinna voru búin að opna í Ármúlanum. Þetta gerist mjög hratt. Já. Síðan hefur þetta undið upp á sig. Við erum að fókusera mikið á og höfum verið fyrstu 2 árin á fyrirtækjamarkað og þessi framleiðandi að framleiða fyrst og fremst á þann markað. En við urðum alveg vör við fyrirspurnum og á prívatmarkaðinn eða heimilinn. Og með opnun þessara búðar erum við að rauninni svona hálfpartinn að opna nýtt konsept með það sem við stílum meirinn á heimilinn. Já. Bæta við okkur 3 nýjum ítölskum byrgjum á húsgögnum og mikið af smáuru. Já. Og tengjum þessa verslun á Garðatorginu meira á heimilinn en erum auk þess náttúrulega áfram að fókusera á fyrirtækjamarkaðinn og það. Já. Ég tók eftir þegar ég labbaði inn í verslunina að mér langar svolítið bara að taka upp veskið og kaupa allt. Hún mjög falleg smávaran sem þið að bjóða upp á og koddarnir og púðarnir og sófarnir mjög girnilegir. Þannig að... Já, það náttúrulega þá að vissu leyti okkar takmarki náð. Það að vekja hrifningu hjá viðskiptavinnum þegar hann labbar inn í verslunina og nú ekki alltaf auðvelt að velja inn í sýningarsal nú erum við með takmarkapláss og það ótal fleiri möguleikar í boði en það sem sést í þessu rými. Þannig að við þurfum stundum að reyna að velja svona það sem við teljum að hendi sem flestum til að sýna möguleikana. Og hitt í mark. En síðan með alla þessa vöru, húsgögnin, að það hægt að útfæra hana á rosalega marga vegu. Það efni, stærðir, það hægt að sérsníða þessi húsgögn meira og minna alveg eftir sínu höfði þannig að þetta passi inn á þitt heimili. Já. Og það svolítið mikilvægt, finnst okkur. Og þar að leiðandi mikið megnið af okkar vöru sérpöntun. Já. Hvað tekur það langan tíma að fá pöntunina sína afgreidda ef maður kemur? Okkar aðalbyrgir með alveg ótrúlega góðan afgreiðslufrest. Þeir ekki með nema 2 til 3 vikur í framleiðslu. Þannig að við erum að áætla 6 vikur komna til landsins. Við áætlum yfirleitt 2 vikur í flutning, þar sem þessi keyrt frá Ítalíu upp til Hollands og svo í skip. Þannig að góð þjónusta og þú sníðir húsgögn þínum þörfum og svo nokkrar vikur að bíða. Já, það þarf aðeins að, ég veit það erfitt og ég þekki það bara sjálfur að þegar maður
sér eitthvað fallegan hlut þá langar mann helst að labba með hann heim, sko. Já, það bara þannig. En eins og ég segi, það líka ótrúlega skemmtilegt að geta púslað sínum svona uník hlut saman og verið með þannig hlutin á heimilinu. Það eins og í öllum þessum útfærslum eins og til dæmis Uni og Unika stólarnir sem hafa verið að slá í gegn, það ég held að sé svona alveg hægt að segja það á síðustu 2 árum, að þeir líka til dæmis komið ótrúlega mörgum litum, þú getur fengið viðarlappir, stállappir, í rauninni sko eru 10 mismunandi lappir undir Unistólana og með mismunandi litum, þannig að þar að leiðandi eru kannski ekki allir með alveg einn stól heima þessir sem líka skemmtilegt. Það mjög sjarmerandi. Maður vill ekki vera alveg eins og hinir, sko. Nei, það við teljum það vera kost. Herri Stefán, takk fyrir að fá okkur í heimsókn og ég ætla að kíkja aðeins meira hérna í búðinni hjá þér. Bara takk innilega. Þátturinn verður ekki lengri að þessu sinni en ég verð hér aftur á viku liðinni með eitthvað nýtt spennandi og skemmtilegt. Ég minni á að allir þættir og klippur úr þáttum farin á hringbraut.is. Þangað til næst, verið þið sæl.